Bændur eru þessa dagana að ljúka við fyrri slátt þegar okkur á N4 Barðgarðinn í Fagraskóginn í Hörgársveit var Stefán bóndi Magnússon einmitt að koma fyrir síðustu heyrúlunni við fjósið. Þar hafa staðið yfir umfangsmiklar breytingar. Fjósið hefur verið róbótavætt, sem sagt Mjaltaþjónn sér nú að mjólka kýrnar í Fagraskógi. Hann álítur að bændur séu almennt sáttir að loknum fyrri slætti, en reyndar er varla rétt að tala fyrri slátt, því þriðji sláttur tíðkast víða. Stefán, svona síðasta heyrúllan, hún er komin á sinn stað, sem sagt bara fyrri slætti hjá þér bara þá lokið? Já, hann lauk heilega 1. júlí og svo hef ég verið að dunda mig við að tína heim rúllurnar. Hversu margar rúllur eru þá komnar heim á hlað? Þær eru tæplega 800. Það er töluverður fjöldi? Já, það er það svolítið, en það er svona helmingurinn eftir upp undir það. Hversu stórt bú ert þú með? Ég er með mjólkurkýr, ég er með svona 55-60 kýr. Og það þýðir það að þú þarft sem sagt þetta 1500 rúllur eitthvað, 1600 rúllur? Já, það dugar vel. Ég er með svolítið kjötframleiðslu líka, þannig að það tekur sitt. Átturðu svona þyrningar síðan í fyrra einhverjar, eða hvernig var staðan hjá þér? Já, ég átti dálítið af þeim og er þar að leiðandi, það er ekki eins naugið að ná miklu heyjum núna eins og þá kannski annars hefði verið. En hvað með sumarið? Það voraði snemma minnstakosti í Eyjafirði? Það fór mjög vel á stað í seinnipartinn í apríl og fram eftir maímánuði, þangað til að kuldakastið byrjaði, sem stóð reyndar óvenju lengi og svo bara dásundin eftir það, þetta fóru línættur. En hvernig er þá uppskeran gæði grassins? Að magni til er þetta ekkert sérstaklega mikið. Svona uppskera per hektara er ekki mikil, svona heilt yfir. En gæðin ættu að vera alveg þokkaleg. En svo standa mér líka frammi fyrir því að veðráttan var með þessum hætti á vaxtarskeiðinu á grössunum. Þá kann að vera að sé eitthvað misvægi í efnainnihaldi grasa sem þarf að skoða áður en að mun fara að fóðra á þessu í haust og sumar. En gæði þau skipta væntanlega gríðarlega miklu máli upp á nytina hjá konum? Já, bæði upp á nytina og ekki síður heilsufarið almennt. Og það er mjög mikils virði að hafa heilsufar kúna gott. Auðvitað vilja mér hafa góða nyt líka, en ef mann er í tómu basli með heilsufar gripana þá er þetta ekkert gaman. Hvaða efnainnihaldi, hvaða þættir eru það sem eru helst mældir? Það eru helstu steinefni og svo orka og prótein og svo erum við fannir að mæla ýmsa þætti í viðbót núna alveg síðustu árin og það er tréni til dæmis, það er ekki sama tréni og tréni, það þarf að vera réttar gerðarar og þokkalega auðleyst. En ef gæðin er ekki nógu mikið þá þarftu að gefa bara þá bæta það upp með fóðurbæti? Já, þá þarf fóðurbætirinn að bæta heyið upp og svo gefa menn gjarnan steinefnablöndur líka sem að hjálpa þá upp á líka. En hvað segir bóndi þá núna þegar fyrri slætti er lokið, hvað tekur þá við? Já, það er nú ekki eins og maður sittir kannski alveg atvinnulaus. Nei, þá þarf maður að gera það sem sittur á hakkanum í heyskapatörninni. Og svo er ekkert langt í slátt númer 2. Það er kannski 10 dagar eitthvað svoleiðis. Já, þannig að það er ekkert langt stopp. Nei, það er það ekki. En hvað með verkunar aðferðir, plöstunin, hún er alls ráðandi hjá bændum eða hvað? Já, hún er alveg alls ráðandi. Það er reyndar að farið að aukast stæðugerð sem er örugglega að finna góða og ég gerir ráð fyrir því að það muni aukast á næsta árum. Það er alltaf öðruvísi verklag við heyskap í stæðum en ég held alveg örugglega að þetta muni aukast.
Hvernig sú verkun, það sem sagt þá sett ofan í þró eða hvað? Já, eiginlega grunnatriðið að þetta er sett í stæður, svo spurning hvar stendur stæðan sko. Stendur hún á hörðum velli eða stendur hún á steyptu gólfi eða hvað sko. Það aftur, ég segi ekki aukaatriði en útfærsluatriði. En hefurðu heyrt svona, og þú hefur náttúrulega heyrt í bændum hérna minnst að í Eyjafirði, eru þeir almennt sáttir svona eftir fyrsta sláttinn heyrðist þér? Já, menn eru það að vísu, segi, það almennt minni uppskera heldur en í venjulegu ári, en að móti kemur að þetta það snemma sumars að menn hafa alla möguleika til þess að bæta sér það upp, það sem eftir lifir sumars. Og allavega svona eftir því svona hvernig veðrið í Noregi, það svona allavega þeir að fá uppskeru þannig að það verður ekki selt til Noregs á þessu ári? Nei, ég ger ekki ráð fyrir því. Þetta var dálítið sérstakt þarna síðastlið haust, þessi heyútflutningur þangað og ekkert sem menn að stóla á til framtíðar held ég. Vélakostur bænda við sláttinn, hann ansi mikill. Hvað með samvinnu bænda í slættinum? Það sums staðar samvinna milli bænda en þetta orðið meira sko unnið að verktökum og það líka eitt af því sem mun örugglega aukast í framtíðinni að menn ýmist noti verktaka til að slá eða rúlla eða til að setja í stæðu eftir atvikum. Ég held að það sé kostnaðurinn við tækin það mikill og afkosturinn orðið það gríðarlega að það óskynsamlegt annað en að nýta verktökuna. Hvernig veðurfar vilt þú hafa þá núna svona næstu dagana upp á að seinni sláttur gefi vel af sér? Það myndi ekkert spilla fyrir að fá góða rigningu. Það alltaf til bóta. Svo fremur sem að leggist ekki rigningu svona til langframa. En annars þýðir ekkert að vera að barma sér út á veðri yfirleitt. Það frekar að reyna að spila bara eftir því sem veðri býður upp á hvert skipti sko. Þetta gengur alltaf einhvern veginn og þetta snýst það að bregðast við þeim aðstæðum sem uppi eru. Frekar heldur en að gera kröfur að hlutin sé einhvern veginn öðruvísi sko.